veður.is. Já, komið sæl. Við skulum byrja að skoða yfirlitskortið og við sjáum að við liggjum hérna inn í svona mjög víðáttu miklu lægðakerfi og svona lægðamiðjur að hringsóla allt í kringum okkur. Það svona smá úrkomubakki sem ætlar að fara yfir landið í nótt og síðan sjáum hvernig svona lægðirnar rúlla, aðallægðin rúlar hérna svona fyrir sunnan okkur og við svona virðist mestuleyti að ætla að sleppa við úrkomu þar til að norðanáttin fer að koma inn í lok vikunar og þá má búast við því að sérstaklega laugardaginn að þá verði svona talsverð ofankoma norðanvert landið. En skulum skoða hitasviði, við erum svona komin í kalda loftmassan en hann nú samt ekkert svo kaldur, það er svona hlýja lofti hérna svona að blandast við hann og sér til þess að halda hitastiginu svona yfir frostmarkinu en svona þegar kemur fram í helgina og norðanáttin fer að koma inn að þá fara hitatölur svona heldur að síga niður. En skoða hvað að gerast núna næsta sólarhringinn. Við sjáum hérna úrkomukerfi sem komið inn á vestanvert landið núna í kvöld og það heldur síðan áfram sinni leið hérna austurbógin í nótt og svona jafnframt því sem að það fer lengra inn á landið að þá eyðist það og hverfur síðan á lokum og síðan á morgun að þá verður einhverju skúrabakkar hérna við norðurströndina og eins hérna við austurströndina, talsvert úrkomukerfi hérna fyrir Sunnaland en við ættum nú að sleppa að mestu leyti við þetta þannig að morgundagurinn gæti bara orðið nokkuð bjartur hjá okkur, gæti sérst við til sólar, vindur verður svona fremur hæg breytileg átt, það verður helst á svona við vesturströndinni þar sem að austanáttin verður nú svona nær sér eitthvað á strik og hitatölurnar eru víða svona í kringum svona 5 til 7 stig á morgun en það verður aftur á móti svona svalara í nótt og gæti svona orðið næturfrost nokkuð víða. En síðan í framhaldinu ef við skoðum hvað að gerast síðan að svona austanáttin hún verður svona viðlóðandi hérna til að byrja með en síðan fer vindur að snúast til norðlægri áttar þegar kemur fram á aðfaranótt föstudagsins og við sjáum hérna úrkomubeltin sem hérna fyrir norðan land nú reyndar ekkert mjög alvarlega en þó má nú búast við einhverju rigningu hérna landið norðanvert og hitatölurnar þær eru hættulega nálægt núllinu til þess að þetta verði snjókoma en eins og að þá eru svona líkurnar að gera ráð fyrir að þetta verði rigning en það lítið að breytist til þess að þetta breytist í slyddu eða snjókomu. En sunnan ætti að verða þurrt og bjart og við sjáum að það gæti jafnvel orðið léttskýjað eða hugsanlega heiðskýrt. En síðan áfram á laugardeginum að þá kemur inn mun svona öflugra úrkomukerfi inn á landið og með svona mun hvassari norðanátt. Við erum að sjá hérna í kortunum svona gætu við orðið norðan allt hvasst eða jafnvel hvasst og þá einhver norðvestan til og eins og við sjáum þetta núna þá eru hitatölurnar þannig að þetta verður rigning, svona 3 til 5 stiga hiti en sunnan til aftur á móti þurrt og gæti orðið nokkuð bjart en það svona spurning hversu langt þetta úrkomukerfi nær hvort að það nær svona að þykna upp hérna sunnanlands. En ef við skoðum þá sunnudaginn að þá norðanáttin ennþá í kortunum hjá okkur, það nú svona farið að draga heldur úr henni og farið að létta til hérna landið vestanvert en þá ofankoma landið norðan og austanvert og hitatölurnar eru á niðurleið þannig að þetta breytist á endanum í snjókomu en sunnan til ætti að verða áfram þurrt og nokkuð bjart en eins og við segjum hitatölurnar á niðurleið. En við skulum þá enda þetta á kortum morgundagsins, það gæti orðið bara nokkuð bjartur dagur á morgun þó að maður búist við einhverjum svona skúraleiðingum hérna við norðurströndina og einnig austan. En segjum þetta gott að vera í bili, verið sæl.